Góðan og blessaðan daginn og velkomin á IA TV. Það er langur laugadagur hjá okkur í dag. Við heilsum ykkur núna frá Norðurálsvellinum þar sem að framundan er leikur IA og Sindra í mjólkurbikar kvenna. Fyrsti leikurinn hérna á Norðurálsvellinum hjá okkur í sumar sem að er alltaf tilökkunarefni og þá er ekki verra að fá veðrið eins og það er núna. Öskrandi blíða á Norðurálsvellinum, sól og svona hægur andvari og 6 stiga hiti, 4 metrar á sekúnda norðvestri. En já, IA Sindri, þetta eru lið sem hafa mæst 11 sinnum áður í keppnisleik hjá KSÍ og fyrsti leikur var 2004 í ágúst þar sem að IA vann 8-0 í B-deildinni eða næst efstu deild og það er gaman að segja frá því að í þann leik spilaði einmitt þjálfari IA Magnea Guðlaugsdóttir og en það er kannski stutt frá því að segja að sjáum hérna svipmyndir af verinu en já, það er svona skemmst frá því að segja að í þessum 11 leikjum hefur IA unnið 10 sinnum og einu sinni verið jafntefli. Það var árið 2012 fyrir austan í næst efstu deild þar sem að leikurinn endaði 0-0 og það var einn leikmaður úr IA-liðinu sem að spilaði þann leik. IA-liðinu í dag þar að segja, Unnur Ýr Haraldsdóttir spilaði þann leik. En síðasti leikur liðana var núna í apríl í deildabikarnum þar sem að húnum lauk nú venjulegum leiktíma 2-2 í hörkuspennandi leik en IA fór með sigur í vítaspyrnukeppni. En það er ekkert eftir neina að bíða, við skulum kíkja á byrjunarliðin og byrjum á heimaliðin. Í markinu númer 1 er Brooke Ann Jones og númer 5 Anna Þóra Hannesdóttir, númer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir, númer 8 Lilja Björg Ólafsdóttir, númer 9 Erna Björt Elíasdóttir, númer 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir fyrir lið, númer 15 Mari Edda Helgadóttir, númer 17 Unnur Ýr Haraldsdóttir, númer 20 Sandra Ósk Alfreðsdóttir, númer 21 Ylva Laxdal Unnarsdóttir og númer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir. Þetta er kunnugleg uppstilling, gerir ráð fyrir að Anna Þóra og Marey séu þarna í miðri vörninni, Selma Dögg og Sandra í vinstri og hægri bak. Erna Björt upp á topp gerir fastlega ráð fyrir og Erla Karitas og Ylva Laxdal sikkur megin við hana og já og jafnvel Unnur Ýr og síðan á 3 manna miðju gerir ég fastlega ráð fyrir Bryndísi Rún og Lilju Björg og já, svo er spurning bara hvernig það raða sér hérna Erla Karitas, Unnur Ýr og Ylva Laxdal. Það verður bara komið í ljós. Byrjunarliðið hjá Sindra, númer 12 í markinu Telma Pais Bastos, númer 2 er Jóvanna Milinkovic, númer 3 Elína Ása Hjálmarsdóttir, númer 4 Valdís Ósk Sigurðardóttir, númer 6 Katrín Ósk Sveinbjörnsdóttir, númer 7 Kristín Magdalena Barbosa, númer 8 Salvör Dalla Hjaltadóttir, númer 9 er fyrirliðin Samira Súleman sem skoraði bæði mörk Sindra í leiknum 18. apríl. Númer 10 er María Luisa Ferreira de Macedo, númer 14 Siggerður Egla Hjaltadóttir, númer 16 Cecilia Sól Davidsdóttir. Og þá eru leikmenn byrjaðir að koma hérna inn á völlin. Við skulum renna við varamannabekkina líka á bekknum hjá IA er varamarkmaður Selka Hrafns Elvarsdóttir. Síðan er það Dagný Halldórsdóttir, Ardís Lilja Eggertsdóttir, Sunna Rún Sigurðardóttir, Sigrún Egla Gunnarsdóttir, Elvíra Agla Gunnarsdóttir og Telma Björg Rafgeirsdóttir og Magnea Guðlaugsdóttir þjálfari. Þunnskipaði bekkur hjá Sindra, Arna Ósk Arnarsdóttir fyrirgefið, Elisabeth Guðmundsdóttir, Karen Huld Finnsdóttir og þjálfari er Vasilín Kostadínov Tjilingirov og Jóhann Bergur Kísel er einnig titlaður þjálfari hjá þeim. Það er dómaratríóið sem að leiðir þær inn á hér Brynjar Þór Elvarsson, Ásbjörn Sigþór Snorrason og Bergsveinn Ás Hafleðarsson. Óskum þeim góðs gengis. Það er alltaf verða klárt hérna.
Hlini að fara á kostum hérna að kynna liðin. Þessi lið að sjálfsögðu leika saman í næst efstu deild. Nei, þriðju efstu deild. Í annari deildinni í sumar. Þannig að þetta eru lið sem eiga eftir að eigast við og berjast toppsætin held ég í annari deildinni. Mikil stemming í kringum Sindra lið og ekki bara Sindra liðið, heldur líka bara Sindra liðin. Bæði kallamegin og kvennamegin og ákaflega skemmtilegt að í mjólkurbikar kalla að þar einmitt eigast sömu lið við, nema bara speglað þar að segja fyrir austan á Höfn þurfa Skagamenn að fara og reyna að sækja sigur þangað, en þetta er komið í gang og Skagalið leikur svona með svona andvara aðeins svona ská á bakvið sig. Svo oft áður þá byrjar Skagaliðið á að pressa. Það hafa verið svolítið í því svona í leikjunum núna í vetur. En unnur í þann á boltanum þarna, en Sindra stúlkur verjast fimlega. María Makedo leggur hann tilbaka, kemur síðan langur bolti fram. Það er Súleman, leggur hann tilbaka á Makedo. Makedo síðan með langan bolta. Anna Þóra les þetta, skallar þetta frá og út af. Salvur sem tekur innkastið á Makedo. Makedo sterk hérna. Gerir þetta vel, kemst fram hjá Selmu. Kemur hún síðan inn á tegin Súleman. Nær ekki almennilega að komast í boltan. Anna Þóra síðan hreinsar þetta frá. Það er Erna Björn sem eldir. En það gerir líka Milinkovic, Jóhanna Milinkovic og fyrst á boltan. Og leggur hann tilbaka. Pressan hjá Skagakonum. Ber árangur, Bryndís á Selmu. Síðan á sendingin ekki nógu nákvæm hérna á Unni. Milinkovic út á Makedo. Makedo spilar þessi inn á miðjuna. Það var að Valdís sem að laða tilbaka og Skagalið búið að vinna boltan aftur. Og Marey að róa þetta aðeins. Þannig að Anna Þóra. Marey á Selmu. Sindrið. Leggst aðeins tilbaka, kemur langur bolti inn á teginn og það er Erla Karitas komin upp að endamörkum, reynir að koma honum fyrir en vinnur fyrst á hornspyrnuna. Fyrsta hornspyrnan er Skagakvenna. Það er náttúrulega kjördagur í dag, kosningadagur, en samt hefði ég nú viljað sjá fleiri í stúkunni, ég verð að viðurkenna það. Kemur hornspyrnan á Lilja Björg inn á og það er Súleman sem skallar hann upp í lofti. Boltinn er laus í teignum, kemur skotið og frábærlega varið. En boltinn rekkur þarna, já það er dæmd aukaspyrna. Þarna var það Bastos sem að gerði þetta ágætlega. Aftur hérna ágætisbolti Bastos í smá vandræðum en gerir þetta vel, sýnir hugrekki hérna og boltanum spint frá henni þarna. Innkast sem að Skagaliðið á Sandra Lilju og Ylvi Laxdal. Ylva leggur á stað. Ylva fer í skotið en Bastos
ekki í vandræðum með þetta. Spilaður út Milenkovic. Með Salvöru með sér, en ákveður að reyna að setja hann fram á Marquette og gengur ekki. Selma á Erlu Caritas. Það pressa stíft í baki á henni og toga þarna á víxl. En Valdís hefur betur. Illa gert hjá Unni sem setur henni það inn fyrir vörnina. Erna Björt á harðarspretti en Bastos kemur út á markinu og handsamar boltan. Já, ég sagði þá að þetta væri langur laugardagur. Það er nú bara einfaldlega vegna þess að það er önnur bein útsending hjá okkur bara nánast þegar klukkutíma eftir að þessari útsendingu lýkur. Þá er heimaleikur hjá Kára hérna út í Akraneshöll. Hvetjum við að sjálfsögðu alla til þess að fylgjast náið með því. Fyrsti heimaleikurinn í deildakeppninni hjá Kára. Súlimann gerir þetta vel, hún er ansins spræk. Anna Þóra gerir þetta vel en þetta er vantilega hotspinna, já, það er rétt dæmt þarna. Kári tekur á móti KFS í þriðju deildinni klukkan 3 og mun Eyvind Ingi Hrólfsson stjórna málum og lýsa þeim leik. Það er Milenkovic sem að tekur hotspinnuna. Bolti og Unnur Ýr kemur þessu frá og út fyrir í innkastið. Og það er Salvör sem tekur innkastið en Lilja Björg kemst inn á milli þarna. Lilja með frábæra tæklingu þarna og aukaspyrna dæmt. Skagaliðið sem byggir upp sókn hérna frá eigin teig. Gengur ekki. Þessi fór út af. Til mikils að vinna í rauninni fyrir bæði þessi lið núna. Þetta er sú umferð. Þetta er umferðin áður en að bestu deildarliðin koma inn í byggarinn. Það missir hann aðeins frá sér. Þannig að næsti leikur er mögulega gegn einu af þessu stóru. Og fyrir lið úr annari deilda þá er það bara til mikils að vinna fá að spreita sig á móti þeim. En hér er Unnur komin inn á teginn. Fer á vinstri fótinn, fer í skotið en nær ekki að stýra þessu að markinu. Nær ekki utanum hann hana. Þetta er fyrsti leikurinn á grasi fyrir Skagaliðið. Það getur nú vel verið að þetta er nú örlítið þyngra heldur en að spila á gervigrasinu, þannig að Skagahópurinn vann nú fyrir blóðtöku, annarri blóðtöku núna fyrir ekki mjög löngu síðan. Dagbjört Líf Guðmundsdóttir sem að sleit krossband hér í leik út í Akraneshöll. Það er annar leikmaðurinn í leikmannahópnum núna á þessu undirbúningstímabili sem að slítur krossband á gervigrasi. Það er kannski eitthvað sem er vert að skoða nánar. Selma reyna að finna Bryndísi, gengur ekki. Marquette gerir þetta virkilega vel. Frábærlega spilað hérna. Sendingin í gegn, ekki nógu nákvæm hérna hjá Elínu Ásu. Marquette, hún hérna Súlimann var ágætis hlaupið þetta. Lilja með síðan blinda sendingu upp í hornið en Unnur var ekki á leiðinni þangað. Það var Salvör með innkastið. Það er Sindri sem að færa þetta innkast.
leita mikið að Makedo hérna út á vinstri kantinum. Ylva Sandra var ágætis hlaup hérna yfir á vinstri kantinum en Ylva var ekki vör við það. Fín barátta hérna, Ylva Laxdal og brotið á henni síðan. Makedo fær hérna smá högg í samskiptum við hana. Þá er það Lilja Björk sem að tekur þessa aukaspyrnu eins og vanalega. Spyrnu, einstaklega góða spyrnur hjá henni, boltinn inn á teig og það er Ylva Laxdal sem að læði sér aftur fyrir vörnina. Engin rángstaða. Virkilega vel útfært. Og markið hér á 10. mínútu, Ylva Laxdal. Já, þetta skulum við sjá aftur, þessi aukaspyrna, einstaklega góð, fínt hlaup hjá henni og algjörlega óverjandi fyrir Bastos í markinu. Óskabyrjun sem að Skagaliðið fær hér. Staðfest hérna. Já, þetta er ekki ósvipað síðasta leikið. Þá er það Súleman við það að sleppa hér í gegn en Anna Þóra gerir þetta virkilega vel. Já, í þessum leik í apríl að þá komst Ía yfir tvisvar sinnum og Samira Súleman jafnaði tvisvar. En Ía vann síðan 3-1 í vítum. Og aukaspyrna dæmt hér á hættulegum stað. Og þær eru þarna tvær, Milinkovic og Súleman. Það er Milinkovic sem að fær að taka þetta. Þetta er virkilega, þetta er aukaspyrna á mjög góðum stað fyrir góðan spyrnumann. Og kemur spyrnan frá henni í vegginn og þaðan í fangið á Brooke Jones. Það var ekki nógu mikill kraftur í þessu. Já, en þetta er hvergi nærri búið. Kemur sendingin inn fyrir, Brooke er vel með á nótunum hérna og kastar sér á boltan. Vissi þetta vel. Milinkovic fænsir þetta fram á við, Marey á Selmu. Selma á Ernu sem að reynir að taka hann í fyrsta inn fyrir á Unni, fær hann aftur. Vel gert hjá Ernu. Erla Karitas nánast klædd úr fötunum hérna úr búningnum en það er svona strangt tekið á þetta að vera klárt gult spjald en mér sýnist dómari leiksins ætla að láta sér duga tiltal og þá er Lilja Björk aftur klár í slaginn hér með aukaspyrnu út á hægri kantinum líkt og áðan þegar Ylva skoraði. Setur hann núna inn á miðjan teginn beint í fangið á Bastos. Þannig vantaði að sóknarmenn hlipu með inn og settur press á hana hana.
Makedo sem snýr vel hérna, reynir síðan að finna Súliman, gengur ekki, Anna Þóra hreinsar frá og út af. Selma tójar hérna í treyjuna og væntanlega sleppur hún við spjald líka. Sportkort hún fær tiltal líka en nei. Sáum hérna, ég veit ekki hvort það sást, tók ekki eftir en þjálfari Sindramanna bað gult spjald þarna á Selmu sem að fræðilega séð hefði átt að vera hárrétt en í rauninni vonlaust fyrir dómara leiksins að ætla að spjalda Selmu eftir að hafa sleppt Milinkovic fyrir nákvæmlega sama. Valdís tekur aukaspyrnuna fyrir Sindra. Setur hann hátt í áttina teiknum. Boltinn dettur niður og Lilja Björg síðan hreinsar frá. En Elín kemst aftur í hann og þetta kemur hörkutækling hjá henni. Og það er innkast sem að skaliðið á. Selma Salvör vinnur boltan en boltinn berst hérna inn á Makedo sem er miklu slag við Mari Eddu þarna og Mari hefur betur. Kemur langur bolti fram beint á Milinkovic. Gerir þetta skemmtilega hérna. Elín skiptir yfir til hægri. Siggerður ekki, kemst hún í boltan, Sandra Ósk á undan. Ég vil nú bara leyfa mér að hvetja Skagamenn sem eru mögulega að horfa á þetta hérna á Akranesi að ef þeir eru búin að kjósa þá bara drífa sig á völlinn. Mjög góð útivera hérna. Skemmtilegu fótboltaleikur í og Unnur Ýr með skot hér. Óvænt skot, stöngin og framhjá. Þetta var skemmtilega gert. Sjáum þetta aftur. Sendingin frá Erlu Karitas, góð. Og Unnur Ýr með lúmst skot hérna. Snýst allan tíman frá Bastos í markinu. Og en það munaði minnstu að Unnur náði að bæta öðru marki við fyrir Ía Súliman. Á kantinn, sendingin síðan inn og fram. Þar er Kristín Magdalena. Reynir að læða hann inn fyrir á Makedo, gengur ekki, Selma les það. Sendingin hennar beint á Elínu. Nei, Valdísi fyrir gefi. Katrín út á kantinn á Siggerði. En Sandra verst þessu vel. Sendir hann upp í horni, Ylva Laxdal þar á mikið til ferð. En Katrín Ósk á undan. Áfram. Selma heyrðir hann. Og innkast sem að skalið á. Það er fullt af fótbolta í gangi í dag á Íslandi en þetta er nú að mér sýnist eini leikurinn sem er í gangi akkurat á þessum tímapunkti. Reyndar eru tveir leikir að hefjast klukkan 1 í annarri deild karla. En eins og staðan er núna eini leikurinn sem er í gangi. Frábær tækling hérna hjá Bryndísi. Súliman fann fyrir þessu. En þetta var lögleg tækling. Bryndís út til vinstri á Ylvu. Ylva lyftur þessu inn á teiginn. Og Unnur Ýr nær að taka niður en hún er dæmd rangstæð.
Pálmarsson kom að því að hér að það var fjórði flokkur kvenna hjá að startaði fótboltadeginum á Akranesi í dag með sigri á Selfoss 3-2 í ákaflega skemmtilegum leik og vonandi það svona fyrir þetta afgangin af deginum í fótboltanum hérna á Akranesi. Svo sá maður Garðar Gunnlaugsson á æfingu hjá meistaraflokki karla. Það eitthvað sem hefur ekki sést í langan tíma. Fyrir leikmaður að sjálfsögðu og fyrir leikmaður Kára sem hefur séð hér undanfarin ár. Næsta barátta hérna í miðjunni hjá IA. Grimmar á boltan, Bryndís gerir þetta vel, brotið á henni hérna. Það eitthvað spinnu. 20 mínútur liðnar. Það ennþá mark Ylvu Laxdal sem að skilur liðina á 10. mínútu. Annar leikmaður sem vantar í leikmannahópinn í dag, Lilja Björk Unnarsdóttir sem er í landsliðsverkefni í 16 kvenna. Það gaman að halda því til haga. Skoraði meðal annars mark í síðasta leik þar í því verkefni. Glæsimark. Og svo einnig lagið, sko menn til hamingju með það, kemur boltinn inn á teginn. Það ná að skalla þetta frá. Hver fyrst á frákastið? Það Siggerður, kemur hún sem fram á Súlimann. Anna Þóra pressa vel á hana. Það greinilega meðvitaðar Súlimann hérna. Það Bryndís. Hvetja hann til að skjóta, hann gerir það ekki. Reynir að finna Ernu en gengur ekki. Samira Súlimann búin að gera skagaliðinu erfitt fyrir. Oftar en einu sinni. Þetta gríðarlega sterkur leikmaður. Lék áður með afturöldingu og Víkingi frá Ólafsvík. Búin að vera hérna á landinu lengi. Hefur skorað 54 mörk í 105 leikjum með þessum liðum. Þá koma Sindramenn, Maketo hérna á Auðunsjó, vinstra megin, fær hann hérna. Selma reynir að ná að loka á hana, gerir það nú. Fyrsta snerting aðeins að trufla hana hérna Maketo, reynir að setja hann inn á teginn beint í andlitið á Selmu og þá stöðvar dómarinn leikinn. Brynjar gerir það eina rétt að þarna. Þetta var nokkuð fast skot af stuttufæri sem að Selma fekk beint í smettið. Og kannski gefum okkur bara tíma til þess að rifja upp mark skagaliðsins. Frábær aukaspyrna hérna frá Lilju og hlaupi frá Ylvu eitrað. Bastos á ekki möguleika í markinu. En sýnist hreinlega að Selma hafi fengið hann bara beint á nefið. Og þá hættu því að það blæði úr nösunum á henni. Þannig að það þarf eitthvað að tróða bómul. Eins og ég segi, það leikið í þriðju deild karla. Önnur umferðin byrjuð. Káramenn að fara að spila hérna gegn KFS. Byrjuðu gegn Sindra á útivelli 7. maí.
og þar endaði leikurinn 1-1 og þar sem að Andri Júlíusson jafnaði metin á 91. mínútu úr vítaspyrnu á 91. mínútu, mikil dramatík þar en eins og ég segi á meðan að KFS sigruðu sinn leik gegn IH 2-1 á heimavelli. En KFS-mönnum ekki tókst þeim að ná svona byggar áhlaupi eins og á síðasta tímabili. Dottnir út þar, töpuðu 1-0 fyrir Ægi í síðustu umferð. En ja, þá er búið að tjasla Selmu saman. Vonandi getur hún bara haldið áfram. Gæti þurft að anda inn um munnin svona meðan að bómullin teppir nasirnar á henni, en þá er Sindri að reyna að nýta sér tíman á meðan að þær eru Skagastúlkur einu færri og vinna hérna hotspinnu. Það er Milinkovic sem að er spinnu sérfræðingur. Kemur sendingin inn á tegin. Anna Þóra vel staðsett og skallar þetta frá. Ylva framlengir þetta en það er Kristín sem að reynir að koma aftur inn á tegin en og föst og aftur fyrir. Og Brúk er snögg að taka þetta út á Selmu, tilbaka á Marey. Súlimann pressar á hana, lyftir honum hérna fram, Bryndís með fínasta hlaup hérna en Milinkovic lesi þetta vel. Einstaklega traust þarna í vörninni. Heldur nú utan um Erni hérna en kemst upp með það. Leikurinn heldur áfram, Milinkovic á Makedo. Og Selma brýtur á henni hana en kemst upp með það líka. Marey langan bolta fram, Milinkovic skallar hann út í kantinn. Selma á Unni og hún með sendingu beint á Milinkovic sem að finnur síðan Súlimann sem hann tekur vel við honum. Reynir að læða honum í gegn fyrir Siggerði en vel lesið enn og aftur hjá Önnu Þóru. Talandi um að vera traust í vörninni. Anna Þóra að verða og orðin ansi góðu varnarmaður þó hún sé unga árum. Kemur Bastos með hann langan fram, Marey minnir skallan og Selma tilbaka á Brúk. Tæpsending hérna en hendur upp, Sandra fær hann. Sandra Ósk að finna Erlu Karítas sem tekur sénsinn hérna en Katrín Ósk gerir þetta vel. Kristín tilbaka á Valdísi, hún kemur með langan út á kantinn en of langt fyrir Makedo. Makedo eitthvað að kvenka sér hann aftan í lærinu verið sýnist mér. Það væri nú eflaust blóðtaka fyrir Sindra ef að hún hefði ekki klárað þennan leik. Kemur Selma. Sjáum hérna, ég veit ekki hvort að, jú, við vorum inn á skjánum. Baráttan á milli þeirra Milinkovic og Ernu. Það er mjaka sér hérna fram. Elína sem setti hennar út af. Og það kemur smá. Það er Milinkovic smá samtal aftur. Eða er það Erla Karítas sem að fær spjall og Milinkovic líka. Milinkovic heppinn að sleppa við gula spjaldi hérna á hann fyrir mjög greinilegt peysutók. Hann er að færast þær fram á þau. Selma
kastar inn á Bryndísi á miðsvæði en þetta er ekki nógu gott. Elín Ása með langan fram, Anna Þóra skallar þetta frá, Súleman tekur hins vegar næsta boltan og Anna Þóra og Sandra til varnar gera þetta ágætlega en Súleman enn með boltan. Tilbaka á Siggerði, kemst fram hjá Ylfu, reynir að koma sér á teiginn. Lilja Björk skallar þetta upp í loftið og Selma síðan hreinsa frá. Cecilia, sendingin ekki góð, Lilja Björk og Ylfu á Erlu Karitas. Ylva síðan með fína sendingu á Lilju og Unnur vill fá hann inn fyrir. Lilja hætti við, setur hann hérna á Ernu, Erna síðan á Unni, en þetta er dálítið þröngt og erfitt. Marey skallar þetta út á kantina, Lilja Björk á Selmu, aftur á Lilju sem að missir hann frá sér. Við fyrir fá aukaspyrnu þarna en held ég réttilega ekki dæmt. Salvör á Makedo. Að berjast í Ernu Björk þarna sem að gera vel. Lilja reynir að lyfta þessi inn fyrir á Ylfu, gengur ekki. Siggerður, Bryndís nær af henni boltanum á Söndru, Sandra síðan út til vinstri á Ylfu. Ylva lyftur þessi inn á teiginn. Elín náði nú að vera fyrir hérna, síðan er það Makedo sem að færa hann hérna. Finnur Kristínu, hún út á Siggerði, þetta er aðeins fyrir aftan hana hérna. Pínlítið erfitt Cecilia og missir hann út af síðan. Marey meiri tíma en hún gerir sér grein fyrir held ég. Ákveður samt að skalla hann út á hana. Já, ég meina datt nú huglega ef að þið eruð á skaganum og langar að kíkja á leik þá er alltaf hægt að stökkva hérna upp á Jaðarsbakkana í hálfleik og kjósa eða í það eftir. Langur bolti fram, Brúk út úr markinu. Hún var hérna rétt á undan Kristínu í boltan. Hægði á sér boltinn hérna. Brúk spillir hérna út á kant á Unni sem að næra fleyta honum áfram. En Milinkovic er á undan Ernu í boltan, skýlir honum út af. Þetta er óvægt að segja, þetta virðist vera mjög jöfn lið, mikil barátta hérna, hvorugt með einhverja yfirhönd á í leiknum. Þó svo að Skagaliðið hafi nú skapað sér, já, fyrir utan markið, einhver örfá ágætis færi, svona allavega ágætis stöður. En Sindra hefur ekki gengið eins vel að ná að spila sig í gegnum ÍA-liðið. Cecilia hreinsa frá, Súleman tekur hann niður hérna, Makedo með henni, vinstra megin. Og kemur Makedo, leitar inn á völlinn, reynir að læða honum í gegn, beint í Selmu. Og það er síðan Sandra Ósk sem að hirði boltan. Unnur leggur af stað, komin hérna langleiðina yfir völlinn, þvert þar að segja. Komin inn á vítateginn, vinstra megin. En ágætlega gert hjá Katrínu Ósk sem að kemur boltanum frá. En Skagaliðið búið að vinna boltan aftur. Sandra á Önnu. Marey gerir þetta vel. Tók þetta nettan Alan Hansen, leggur á stað þarna en kom boltanum síðan á Selmu. Unnur aftur út á Selmu. 3 gula treyjur inn á teignum. Sendingin ekki nógu nákvæm. Kemur langur bolti fram,
Súleman skallar hann áfram á sjálfa sig hérna og pressa síðan á Önnu Þóru sem að gerir vel. Ágætis hugmynd hérna hjá Samíru Súleman. Sendingin út til hægri á Selmu. Selma hefur nóg pláss hérna. Erla Karitas tekur hlaupið, sendingin kemur. Erla Karitas með baki í markið og hún vinnur, hornspyrnu. Ágætis vörn þarna hjá Katrínu Ósk. Það kemur Lilja Björg Ólafsdóttir á vettvang. Lilja leggur hann út á Selmu. Selma tekur eina snertingu, síðan inn á teiginn. Ylva fyrst á boltan, en Sindra stúlkur ná að koma þessu frá. En Anna Þóra beint á Lilju sem að smá misskilningu milli hennar og Unnar hana. Milinkovic á Makedo. Selma nær ekki, ætlaði nú að brjóta á henni, sýndist mér. Lilja Björg síðan mætt í hjálpina, en þá Makedo lögst. Það eitthvað ekki eins og á að vera aftan í lærinu, en það sýnist mér að hún sé með einhvern varning lærið á sér sem hún bara byrjuð að losa. Þetta ekki góða fréttir fyrir Sindra. Ég held að hún sé ekki að bara halda áfram þennan leik. Aftan í læristóknarnir bara þannig að þær ekki til þess fallnar að vera að spila í gegnum það bara verður að viðurkennast. Og ég geri fastlega ráð fyrir skiptingu. Já, hún sárkvalin hérna. Þetta geti tekið einhverja vikur. Fyrir kannski Sindra liðinu pínlítið erfitt fyrir í upphafi móts. Heyrist Arnarsdóttir að köllu til. Ylva Laxdal gerir þetta ágætlega og Anna Þóra grimm hérna í bakinu á Súleman, en Súleman gríðarlega sterk. Gleymið ekki, skaliðið núna einum fleiri hérna. Lilja Björg út til hægri á Unni sem hann nær ekki til boltan. Salvör setur hann út af. Síðan lyftur þessu inn á teiginn, þar Ylva en hún einmana. Og Cecilia setur hann hérna hátt upp í loftið. Luisa Ferreira de Macedo að spila sitt fyrsta tímabil hér á landi, sýnist mér. Með mínar upplýsingar, en það Arna Ósk Arnarsdóttir sem að koma inn á í hennar stað. Ósk 19 ára. Kemur bara inn á vinstri kantinn. Kallar þetta fram á Ernu sem hann leggur hann niður fyrir Erlu Karitas og sendingin frá henni allt og föst fyrir Ylvu. Erla Karitas að spila, búin að vera að spila hérna inn á 3 manna miðjunni. Já.
getur svo sem leyst alls konar stöður, meðal annars þessa. Selma hefur betur hann í barðunum við varamanninn Örnu. Unnur ekkur á stað, reynir að koma honum í gegn hérna, en Erna Björn er ekki að taka hann með sér. Og Bastos enda með hann. Arna eldir það, en Anna Þóra gerir það líka og er fyrst á boltan. Hún er bara þannig stemd í dag, sýnist mér, Anna. Það er enginn að fara að gera neitt nálægt henni. Kemur Salvör hérna fram. 5 mínútur er eftir að venjulegum leiktíma. Eflaust einhverjar 2 mínútur sem að verður að bæta við. Súleman. Hún er aðþrengt hérna, Bryndís gerir þetta virkilega vel. Erna með Milinkovic í bakinu, ekki í fyrsta skipti í dag. Selma. Unni sem að reynir að finna Erlu Karitas hérna inn á miðsvæðinu, gengur ekki. Fín pressa hins vegar hjá Skagaliðinu. Og þetta er eitthvað skrítið hérna. Já, hún virðist nú ætla að standa upp úr þessu, Elín. Þetta var mjög skrítið fall. Skagaliðið heldur áfram, en rangstaða dæmd á Erlu Karitas. Nei, Elín Ása er nú staðin upp, en þetta... Nei, hún er sest aftur. Þetta leit ekki nógu vel út, þetta fall hennar. Séð þetta aftur eða hvort að það svona leit skringilega út, skulum við segja, en hún er staðinu upp. Það eru góðu fréttirnar. Syndarliðið svo sem má ekki við mikið af meiðslum í viðbót. Hún kemur aftur inn á völlinn, það er gott að sjá. Elín, ungu leikmaður, fædd 2006, 10. bekklingur. Lilja er að finna Ylvu. Þetta er til mikils að ætlast, en Ylva gríðarlega snögg hérna og grimm nær boltanum, en Cecilia nær að bjarga þessu fyrir horn. Gleymið ekki að Syndarliðið er núna einungis 2 ónotaða varamenn en þá. Það er Elisabetu og Karinu Huldu og þær eru fæddar 2005 og 2007. Bryndís, Unnur Ír með í dauðafæri hérna. Sjáum þetta byrjaði allt í þessu innkasti hérna. Þarf ekki eins og að flytja honum áfram. Það er Bryndís sem gerir það og þarna hefði Unnur eflaust vilja gera betur. Þarna hefði maður oft síðan að setja hann. Milinkovic með slaka spyrnu frá markinu, en sleppur fyrir horn með aðstoð frá Valdísi. Þarna pressa stíft á Selmu, gengur ekki. Og innkast sem að Skagaliðið á. Selma á Ernu, nær ekki að taka með sér þarna. Snúningnum, hún er aðþrengt hérna og Unnur Ír sem brýtur á henni. Aukaspyrna dæmd, réttilega. Já, þetta var skemmtilegt að heyra, ég veit ekki hvort það heyrist heima. Unnur vildi nú bara fá að fengja berjast aðeins. En þetta var réttilega dæmd aukaspyrna.
Kemur boltinn inn á teiginn. Súleman nær að skalla boltan. Skalið nær ekki að koma þessu frá. Lilja Björg, brotið á henni, ekkert dæmt hins vegar. Og sendingin inn fyrir og rangstaða á Súleman þarna. Það er ekki bæði sleppt á haldið. En menn vilja að fá barninginn, þá þarf það að virka í báðar áttir. En ég gæti ekki betur síðan að þarna hefði verið brotið á Lilju. Venjuleiktími að renna út hér í fyrir hálfleik. Skalið spilar í róli heitur hann hérna. Ég segi, gerir ráð fyrir allavega 2 mínútum hérna í viðbótartíma. Milinkovic gerir þetta vel, Marey lesir þetta vel og Unnur nær ekki finna Ernu. Reyna að nýta sér hérna Milinkovic úr stöðu en gera þetta virkilega vel. Arna stingur þessi inn fyrir, þetta er of langt fyrir Súleman. Pressa hérna á Brooke Jones. Hún bara ákveður síðan á endanum að lúra þessu hérna fram hægri kantinn. Löngspyrna og innkast sem að Sindraliðið fær hér á eigin vallarhelmingi. Salvör hendir þessu beint á Unni. Arna gerir frábær snerting hjá henni hana. Selma náði að hindra hana nóg. Lilja Björg síðan með boltan. Nálgast teiginn, læðir hún inn fyrir á Unni. Unnur hérna komin upp að endamörkum. Unnur Ýr Haraldsdóttir leggur hann aftur út á Lilju. Nær ekki að hitta boltan nógu vel hérna. Og Siggerður síðan kemur boltanum frá. Þarna vantaði Heslumuninn að í að næða smetla inn marki hérna undir lok fyrir hálfleiks. En Súleman já, Lilja Björg heyrði af henni boltan. Tæpsending hérna. Anna Þóra kemur þessu á samherja. Valdís finnur Súleman. Anna Þóra eltir hana, sendingin upp í vinstra hornið. Arna nær þessum bolta. Selma til varnar. Á Súleman. Hótar skotinu, Marey lætur hann ekki plata sig hérna. En Súleman ennþá með boltan, kemur honum inn á teiginn. Þetta er of langt og þá er flauta til hálfleiks hér. Staðan 1-0 fyrir Ía í skemmtunum leik. Þetta er í rauninni sanngjöld staða en það var á 10. mínútu sem að Ylva Laxdal Unnarsdóttir skoraði þetta mark kvenna. Við skulum sjá það hérna rétt árum við förum og tökum okkur hlé. Virkilega vel afgreitt hjá Ylvu Laxdal en staðan þar með 1-0 og við munum taka okkur hér hlé líkt og aðrir sem að þessum leik koma og komum aftur hér með síðari hálfleikinn eftir cirka 15 mínútur, þannig að ekki fara langt.
Já, velkominir aftur að viðtækjunum. Kæru áhorfendur, Örn Arnarsson heilsar ykkur aftur hérna á Norðurálsvellinum. Þar sem að framundan síðari hálfleikur í þessum spennandi leik í Mjólkurbikar kvenna. Staðan 1-0 í hálfleik fyrir IA gegn Sindra frá Höfn. Ylva Laxdal Unnarsdóttir með markið á 10. mínútu. Og Skagaliðið hefur verið ívið-sterkari aðilinn í leiknum, það verður að viðurkennast. Það verður bara að segjast eins og En ekki náð að skora meira en þetta eina mark og þegar þú ert með leikmenn eins og Samiri Súleman í fremstu vílinu hjá Sindra, þá það staða sem að er hættuleg. Þannig að ég vissum að Magnea þjálfari IA hefur örugglega lagt mikið upp úr því að IA reyni að bæta við marki hér fljótlega í síðari hálfleik. Þetta það ekki óeðlilegt. Engin skipting sýnist mér hjá Skagaliðinu. Það var ein breyting hjá Sindra í fyrri hálfleiknum. Við rennum bara yfir það lið Skagaliðsins hérna, Brúkan Jones í markinu, síðan það í miðri vörninni Anna Þóra og Mari Edda, Sandra Ósk og Selma Dögg í bakvarðarstöðunum, Bryndís Rún, Erla Karitas og hver enn aftur? Já, Unnur Ír, Erla Karitas var og Lilja Björk fyrirgefið inn á miðjunni, síðan það fremstu þrjár, Unnur Ír, Ylva Laxdal og Erna Björk. Lið Sindra þannig skipað hér í byrjun síðari hálfleiks. Það Telma Pais Bastos í markinu, Jóhanna Milinkovic, Elín Ása Hjálmarsdóttir, Valdís Ósk Sigurðardóttir, Katrín Ósk Sveinbjörnsdóttir, Kristín Magdalena Barbosa, Salvör Della Hjaltadóttir, Samira Súleman, Siggerður Egla Hjaltadóttir, Cecilia Sól Davidsdóttir og Arna Ósk Arnardóttir sem kom inn á sem varamaður fyrir María Luísu Ferreira de Macedo sem að meiddist, var greinilega tæp fyrir leik. Sjáum að Unnur Ír og Ylva Laxdal hafa skipt kant hér. Hvort að Unnur Ír hefur gert það að kröfu að vera hérna okkar megin, en hún sæðist betur í mynd, ég veit það ekki. En hér kemur skot frá Unnur Ír og hún bara búin að koma IA í 2-0. Mari Valla byrjar ekki mínúta liðin af síðari hálfleik. Frábært mark hjá Unni. Sjáum það aftur. Fær boltan hérna frá Lilju og skoti óvænt á nær stöngina og Bastos átti ekki möguleika í þetta mark bara á 47. mínútu. Já, þetta akkurat það sem við vorum að ræða hérna. Ég var að ræða hérna og hefur eflaust verið rætt inn í hálfleik að setja pressu strax og gera út þennan leik bara sem allra fyrst. Þetta bara staðfist hér. Já, þetta það sem að IA-liðinu tókst ekki að gera hérna í Lengjubikarnum daginn, að komast 2 mörkum yfir. Þannig að Sindri náði að jafna 2 sinnum eins og ég kom inn á áðan. Það er spurning úr hverju þetta Sindra-liðið er gert.
urðu fyrir blóðtöku að sjálfsögðu þegar Maketo þurfti að fara út af meitt. Og Brúk tekur þetta stutt hérna. Lilja Björg kemur að sækja boltan. Hún á Önnu Þóru, fín pressa hérna. Lilja grimm hérna á boltan. Erla Karitas vinnur boltan hérna af Milinkovic. Setur hann inn að markinu. Bastos ekki í vandræði með þennan. Bastos með langa spyrnu fram. Beint að Bryndísi Rún. Hún finnur Unni. Unnur Ír. Er út til hægri, fer í skotið. Þetta er laust. Og Bastos ekki í vandræðum, en það er greinilegt að það á að setja pressu á Sindraliði hérna í upphæfi síðari hálfleiks. Láta þær hafa fyrir lífinu hérna. Kristín finnur Örnu. Hún reynir að koma henni inn fyrir á Súlimann, en Anna Þóra Hannesdóttir enn einu sinni að reynast betri en enginn hérna í vörninni. Hún búin að vera virkilega traust. Súlimann hefur ekki fengið neitt gefins hjá Önnu Þóru. Kemur Valdís hefur smá tíma. Kemur honum inn fyrir á Örnu sem er dæmd rángstæð. Aðeins og fljóta á stað þarna. Tekur þetta stutt. Marey út á Selmu. Það er hann aftur. Og undir pressu þarna setur hann beint á Valdísi. Valdís finnur síðan Súlimann. Og Marey að þessu sinni að djöflast í henni, og svo Erla Karitas. Súlimann gríðarlega sterk hérna. Stendur þetta af sér. Hörkuleikmaður Samira Súlimann. Og það er Siggerður. Sandra eldir hana. Siggerður komin upp að endamarku. Kemur boltanum fyrir markið en beint í fangið á Brooke Ann Jones. Við ekki í vandræði með þetta. 5 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Slæsar hann eins og er í golfinu sumir. Sindri endar á að eignast yngast hérna upp við frímerkið hægra megin. Cecilia búin að kasta sinn, fær hann aftur en ekki nógu nákvæmt. Sandra kastar þessu langt, Erna tekur við honum. En Valdís langa fram, Marey vel með á nótunum. Sandra brotið á henni. Siggerður dæmt brotleg hérna. Já, það gekk ekki alveg upp. Lilja fram á Ernu, tekur hann á kassan fyrir Ylvu. Ylva missir hann frá sér, Valdís hyrðir þetta upp hérna inn á miðsvæðinu. Valdís á Kristínu, Kristín síðan snýr, setur hann upp í hornið. Siggerður nær þessum bolta sýnist mér, já. Kemur boltanum fyrir Sandra á réttum stað. Og Anna Þóra nær ekki boltan. Súlimann er á undan henni. Siggerður síðan meðan reyndar út fyrir teginn. Bryndís skalla frá. Valdís tekur hennan upp og fer síðan í skotið og Brúk með sjónvarpsmarkvörslu. Við þurfum að sýna þetta aftur. Held ég að sé hún á það alveg skilið
Þetta var það sem við köllum sjómannsvarsla. Boltinn virtist nú vera á leiðinni framhjá hins vegar. En fallið tildrif hjá Brúk. Sem hefur vaxið, finnst mér, mjög frá því að hún kom hérna fyrst. Virkaði taugaástyrk hérna í fyrstu leikjónum en búin að vera virkilega traust síðan þá og sífellt að vera betri og betri. Ekki amalegt fyrir henni ungu Sölku varmarkvörða að hafa svona æfingafélag og Salka geti þá einbeitt sér að því að spila bara með öðrum flokk. Skaliðu fær innköst hérna annað. Þú er það Lilja Björg sem ætlar að kasta langt. Fengur fínt færi upp úr löngu innkasti hérna í fyrri áleik. Unnur í skautboltanum yfir markið. Lilja kastar hérna langt. Unnur nær ekki að fleyta áfram. Erna gerir það, Bryndís gerir það líka. Sandra tekur hann niður, nær skotinu, gerir það en í varnarmann. Og Sandra brotið á henni hérna á vítateigslínunni hérna. Nú sjá hvort að þetta sé ekki örugglega rétt að þetta sé fyrir utan tegin. Sjáum að hún er hérna búin að missa boltan langt frá sér. Jú, brotið er fyrir utan teg, það er klárt. Þetta er rétt en aukaspyrna á mjög hættulegum stað og Unnur Ýr Haraldsdóttir og Erla Karitas báðar hérna. Og gult spjald á loft einnig. Sýndist að vera Siggerður sem fékk það. En það er Unnur Ýr sem að tekur spyrnuna allt og mikið undir hann þarna. Tölvur hreyfing á vegginn þarna. Erla Karitas tóttist að taka það. En Milinkovic sem að tekur markspyrnurnar fyrir Sindra. Það er að stutta þessu sinni út á Salvör síðan. Fram. Lilja Björg á Ylfu. Milinkovic er undan Erlu Björk í boltan og setur hann út af. Bryndís vinnur þennan. Aldís tekur hann niður. Fyrir Sindra gerir þetta vel. En Selma Dögg vinnur þennan tilbaka og setur hann út af. Tími til liðnar af síðari hálfleiknum. Staðan ansi vænleg fyrir Skagaliðin. Hér kemur Súliman. En Sandra kemst í boltan og kemur þessu frá. Kristín Siggerður. Og fín vinna tilbaka hérna hjá Unni Ýr aldursforsetanum í liðinu. Það er Skaginn sem að vinnur innkastið. Taka þetta stutt. Sandra, engin pressa frá Sindraliðinu núna. Spurning hvort að þær þurfi ekki að fara að taka einhverjar áhættur svona fljótlega. Skiptir ekki máli í bikarnum hvort þú tapar 2-0 eða 4-0. Já, þetta er skemmtilegt. Sveitin hérna sem er búin að standa sig frábærlega í leiknum. Sýnist þetta nú vera bara ungir sjöttubekkingar. Hérna drengir sem að mæta á völlin og stríða sitt lið. Það er virkilega skemmtilegt. Og syngja hér einkennislag Akranes.
Langt innkast frá Lilju. Viðar á hausinn á Ernu. Það er Milinkovic sem að skalla boltan og boltinn aftur fyrir og hornspyrna sem að Lilja tekur einnig. Ég er hræddur að eitt markið viðbót hérna frá Skagaliðinu muni algjörlega drepa þennan leik eins og maður segir. Kemur spyrnan inn á miðjan teiginn og það er Bryndís sem að skallar hann áfram. Fer þetta í varnarmann, já. Og aftur fyrir. Og það er Erla Karítas sem að tekur spyrnuna hérna frá vinstri. Inn að markinu, Bastos slær þetta yfir og enn önnur hornspyrnan, þriðja hornspyrnan núna hérna á mjög stuttum tíma. Siggerður Egla þurfti að fara hérna út af í augnablik með blóðna sér og komin inn á aftur. Þá kemur spyrnan frá Lilju, aftur inn að markinu, Bastos aftur, kýlan frá. Og það er Arna og Kristín sem að koma þessu frá í sammenningu en Skagalið búið að vinna boltann og ný virðast hafa dálítið góða yfirburði akkurat núna. Ég held að það sé að stærstum hluta andlegir akkurat núna. Svona ákveðin uppgjöf í Sindraliðinu finnst mér akkurat núna. Tilbaka á Mari. Lilja snýr. Elín gerir þetta vel hérna. En Bryndís Rún búin að vinna boltan á ný. Valdís Siggerður með pláss hérna fyrir fram að sig. Siggerður reynir að koma honum inn fyrir á Súleman. Anna Þóra er á undan og rangstaða dæmd á Samíru Súleman. Það fer þetta á staðið í rólegheitunum. Anna Þóra ber boltan hérna upp, setur hann upp í vinstra hornið aðeins og langt fyrir Bryndísi. Þarna voru þeir ekki alveg vissir. Aðstoðardómarinn þurfti bara að taka ákvörðun sem var ekki rétt held ég. En Sandra fram á Erlu Karítas, hún setur hann inn á miðsvæðið og Unnur Ýr gerir þetta virkilega vel og brotið á henni hérna. Tilbaka á henni. Til vinstri á Söndru sem að reyna að finna Ernu, gengur ekki. Cecilia, Anna Þóra enn einu sinni á undan í boltan hérna. Já, ég er nokkuð vissum að Samíra Súleman hefur lent í mörgum góðum varnarmönnum hérna í gegnum tíðina. Eflaust held ég að eins og Anna Þóra er að spila í dag alveg klárlega svona á meðal þeirra bestu og þeim erfiðustu sem að Samíra hefur þurft að takast á við. Erla Karítas nær að snúa. Valdís í bakinn á henni þarna og sendingin aðeins og föst. Og Bastos hefur þennan upp.
gerði hérna og setur hann bara út af. Sandra kemur eins og fram á við. Cecilia nær ekki að snúa hann inn á markinu og aftur fyrir Ferran. Skagaliðið með ágætis völd á þessu, ágætis tök á leiknum. Búk, spilning fram. Á Söndru. Setur hann aftur fyrir sig Ylva. Finnur Erna Björk. Erna er ekki að ná almennilegu valdaboltanum hérna, en reynir að ná hann aftur, gengur ekki alveg. Lili. Það sé hann Valdís sem herðir hann upp hérna. Valdís reynir að setja hann í gegn. Selma er fyrir Arna á Súleman sem setur hann inn fyrir, en Sandra er vel staðsett þarna. Kemur Samira Súleman, hún ætla bara að hlaða í skoti hérna, þessi snýst allan tíma frá markinu. Brúk hefði átt að láta þennan fara. Það er ekki alveg með á hreinu hvað hún var staðsett þarna, sýndist mér. Fær Sindraliðið ágætis tækifæri hérna. Milinkovic sem að tekur hornspyrnuna. Hefur stundum verið akkilesarhæll Skagaliðsins að verjast þessum föstu leikadrifum. Og það er Súleman hérna með skalla, en það er bjargað á línu. Eða hvort það var Brúk sem að varði það, ekki alveg með það á hreinu. Við skulum sjá það aftur hér. Fínasta hornspyrna sem að Súleman er að slíta sig frá Bryndísi þarna. Jú, það er Brúk sem að ver þetta. Þetta er ekkert búið. Enda á hellingur eftir þessu leik hérna. Og Milinkovic kominn yfir hinum megin. Þessi lár hérna á Örnu og aftur á Milinkovic sem er rangstæð. Já, þetta var ágætis tækifæri í forgörðum hérna hjá þeim. Spilna fram vinstri kantinn, erfiður fyrir Ylvu. Virðist nú hafa aðeins dregið úr vindi, en hann er búinn að snúa sér meira í norðanátt. Því sem að liðið hefur á leikinn. Byrjum hérna í norðvestanátt. Og brotið að Lili Björk hérna. Ylvu er barátta búinn að vera í þessum leik og það er að fengið það alveg að takast svolítið vel á. Sem er alltaf gaman að sjá. Marey, finnur Unni, hún reynir að framlengja, þetta gengur ekki nógu vel. Arna. Lilja Björk búin að hirða boltan upp hérna. Lilja skiptir yfir til vinstri, frábært hlaup hjá Söndru. Sandra hérna með smá tíma. Fullt af gulum treyjum í teignum, en fyrirgjöfin svíkur Söndru hérna. Aftur fyrir sigli-boltinn. Það er ápressa hérna hjá Skagaliðinu og Erna Björk endar á að skjóta þessu rétt framhjá. Það var svona nettur kuldi í þessu útspili hérna hjá þeim. En það vantaði nú ekki mikið upp á
kemur Skagalið, Unnur upp að endamörkum, setur hann fyrir marki, Bastos slærir út í teginn. Það er í smá vandræði með að losa þetta frá eða hvað, Elín gerir það á endanum. Og Súlimann tilbaka á Kristínu en Lilja Björk búin að vinna hann, Sandra síðan. Meðan fram Erna Björt vann nú í rangstöðu sýndist mér en ekkert flagg á loft. Valdís sterk hérna, skiptir út til hægri á Siggerði. Gerir vel hérna, Sandra hins vegar gefur það ekkert eftir og Siggerður stendur upp og fær boltan áfram. Ég held að þetta hafi verið rétt að dæma ekkert þarna en aðstoðar þjálfari að annar þjálfara Sindramanna allt annað en sáttur hérna. Og ég held að þetta hafi verið bara vel dæmt. Ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus en þarna voru þeir bara báðar að henda sér í 50-50 bolta. Það geta leikurinn fáið bara að fljóta. Salvör sætti ekki frá henni, ekki nákvæm. Marey. Lilja Björk kennir sér einhvern meginn sérna. Sjáum kannski hvað gerðist hér. Það er Elín sem að virðist mistiga sig þarna í þessu samstöði við Elínu. Og 20 mínútur eftir að leiknum. Staðan er þá 2-0. Lilja, hún er nú staðin upp, virðist verið í lagi með hana. Kemur með hann langan hérna, Milinkovic. Les þetta. Cecilia. Kemur Súlimann. Súlimann enn í góðri gæslu Önnu Þóru Hannesdóttur sem er búin að vera gjörsamlega frábær hér í dag sem kemur sendingin inn fyrir á Unni. Unnur fer í skoti með vinstri og mér sýnist Bastos verja þennan framhjá. Fínasta sókn, góð sending í gegn hérna frá Bryndísi, Unnu með hann á vinstri. Virtist nú vera að fara framhjá en Bastos ekkert að taka neina sénsa hérna. Og hornspyrna sem að Skaginn á. Teginn fyrir boltinn. Erna Björt er fyrst á hann. Erla Karítas nær ekki að hitta hann vel í fyrstu tilraun og brotið síðan hérna dæmt á Bryndísi Rún. Það er tvöföld skipting hjá Skagaliðinu. Það er að koma inn á leikmaður númer 28 Thelma Björg Rafnkelsdóttir og leikmaður númer 18 Sunna Rún Sigurðardóttir. Sýnist að vera Ylva Laxdal sem að fær að víkja og já, hver önnur? Erla Karítas eða hvað? Já, Erla Karítas fer að velli, Sunna Rún og Thelma Björg koma inn á. Sunna Rún fætt 2008, breytist ekki á að minna á það. Gríðarlegt efni á hér á ferðinni. Og hún fær að slást við Valdísi og Elínu inn á miðjunni. Já, Sunna búin að
að vinna boltan strax. Erna komur hérna upp í hægra hornið, það er Unnur Ír. Heitar hann á völlinu á Bryndísi. Bryndís sér hlaup hérna hjá Söndru en Siggerður sá það líka og brást við því. Lilja Björk að vinna boltan aftur. Hún kemur honum á Söndru sem að missir hann aðeins frá sér. Siggerður setur hann út af. Erna Björk kemur og sækir boltan hérna. Það er að snúa á Lilju. Lilja en fínasta tækling hérna hjá Katrínu. Og innkast, væntanlega langt innkast. Það vantar aðra treyju. Í hvort að dómarinn hefur séð, hún alltaf fekk blóna sér á hann. Jú, það er blóð í treyjunni virðist vera. Þó að sé erfitt að sjá það í rauðum búningnum. Og Lilja kastar þess inn á Sunna í baráttunni. Svo mót Helma. Hornspyrna dæmd. Stutt Lilja, setur hann bara, það er skot, hittir hann ekki nógu vel og setur hann yfir markið. Lilja Björk, hún er hirðan hérna, gengur illa að spila út hérna, Sindramönnum, eða Sindrakonum skulum kalla það. Milinkovic gerir þetta vel, Salvör. Unnur með frábæra pressu. Óþreytandi Unnur Ír. Já, Siggerður kemur inn á í treyju nr. 10. Já, rétt skal vera rétt. Þetta var ágætlega séð þarna hjá dómarleiksins. Sindraliðinu gengur illa að komast núna upp völlinn. Milinkovic. Arna. Það er Sunna Rún sem á síðustu snertinguna virðist vera. Bolti hérna fram en Súleman og langt á eftir Brúk síðan losar þetta hérna út til vinstri. Helma sterk hérna. Cecilia gerir vel og Siggerður einnig og vel dæmt. Leiðin að reyna sendinguna hérna áður en að dæmdi. Sem að kemur hérna. Valdís Ósk er aldursforseti þeirra Skaftfellinga. Anna Þóra skallar þetta frá. Hér kemur skot í stöngina frá Milinkovic. Jóvanna Milinkovic hérna við það að minka munin hér fyrir Sindra. Fínasta aukaspyrna hérna. Anna Þóra skallar þetta reynda frá en síðan kemur þetta skot í stöngina og þaðan af Brúk og aftur fyrir. Og Milinkovic heldur áfram. Hún er með hornspyrnuna inn að markinu og aftur fyrir. Já, 2-0 er staðan, gæti hæglega verið 2-2. Þeir hafa alveg fengið færin til þess, gestirnir. Sindralið örlítið framar akkurat núna þessa stundina. Unnur
sækir hann, setur hann á Lilju Björk. Lilja. Það er Sunna með sér. Sunna fær hann. Sunna setur hann inn fyrir. Milinkovic kemur þessu frá síðan. Siggerður og fínasta pressa hjá Söndru þarna. Og þá er þreföld skipting hjá Skagaliðinu. Dagný Halldórsdóttir að koma inn á og Ardís Lilja Eggertsdóttir og síðast en ekki síst Elvíra Agla Gunnarsdóttir. Það er Lilja Björg Ólafsdóttir sem kemur að velli. Selma Dögg Þorsteinsdóttir og já, Erna Björt að koma að velli og síðan kemur einnig skipting hjá, það er nóg að gera hjá aðstoðardómaranum núna. Síðan er önnur skipting hjá Sindra Elisabeth Guðmundsdóttir, númer 18 er að koma inn á hérna fyrir Salvör Döllu Hjaltadóttur. Töluverðar breytingar hérna. Það er strax komin í baráttuna hérna. Elvíra kemur bara inn á miðsvæðið. Ardís segi ég. Kemur í eftirstu varnarlínu. Dagný Halldórsdóttir bara í fremstu línu. Það er áhugavert. Það er hún sem að leysir Erni Björk af hérna upp á topp. Samira Súleman sópast að henni, Sandra brýtur á henni. Tekur mikið til sín eins og einhver myndi orða það. Boltan inn á teiginn, Samira Súleman er fyrst á hann. Nær ekki að stýra honum á markið. Já. Kemur Marey. Ardís fer í hægri bakvörðinn. Það er í staðinn fyrir Selmu. Marey yfir á Önnu. 10 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Dagný. Það er ekki að koma honum hérna upp í hornið. Siggerður í baráttunni. Elvíra. Það er ekki að vinna boltan. Bryndís. Tilbaka á Marey. Bryndís. Á Ardísi. Ardís. Pressa þarna frá Örnu. Elín reynir að setja hann inn fyrir á Samiru Súleman, gengur en Anna Þóra, hver önnur en Anna Þóra Hannesdóttir stoppar hana enn eina ferðina. Aðstoðardómari, skipting næst. Á Dagný sem hann er ekki að halda honum. Valdís gerir þetta vel hérna. Elín á Súleman. Marey í bakkinn á henni. Elín síðan í skotið af löngu færi. Það er vel fram hjá. Þá er skipting, síðast skiptingin hjá Sindra. Inn á er að koma nummer 22 Karen Hulda Finnsdóttir. Og af velli sýnist mér að koma Cecilia Sól Davidsdóttir. Það er verið að bæta í sóknina bara. Karen Hulda kemur hérna bara í fremstu víglinu við hliðin á Samiru Súleman. Elín er að færa hérna í hægri bakvörð. Það eru þá að fækka á miðjunni virðist vera. Það er bara í 4-4-2 eitthvað svoleiðis. Það er Karen höfð hérna í fremstu víglinu, þessi unga stúlka. Fædd 2007.
Boltinn tilbaka á Bastos sem að tekur hann í fyrsta. Beint á Telmu, hún finnur Dagníu. Dagný á Bryndísi. Bryndís sér Unni hægra megin. Unnur með hann á hægri, keyrir upp að endamörkum aðeins. Nei, hún þessu fyrir markið. Og Milinkovic setur hann aftur fyrir. Virtist vera búin að missa af honum þarna Unnur. Það Sunna Rún sem að tekur hornspyrnuna. Það var að koma þessu frá Valdís. Fyrst á boltan, Siggerður, þá kom maður hérna 3 á móti 3. Súlimann. Karen Hulda með pásu hægra megin ekki lengur, nei. Súlimann þarf að spila tilbaka, það vinna vel tilbaka skalið. Ardís finnur Sunnu. Sunna á Unni. Unnur. Telma býður sig hérna fyrir utan. Telma fær boltan. Telma fyrir skoti. Telma setur hann rétt fram hjá markinu. Fínasta uppleið þarna sem að endaði með skoti frá Telmu Björg Rafnkelsdóttur. Unnur gaf sér góðan tíma í þetta hérna. Telma með fínt pláss hérna. Þetta ekki langt fram hjá. Reyna Sindra konur að spila sig út úr þessu. Sunna gerir þetta vel, finnur Telmu og þessi fer af Sindramönnum, segja dómaran. Þjálfarar Sindramanna ekki verið ánægðir með marga dóma hérna í Sunna Rún setur henni á nær svæðið en þetta endar í fanginu á Bastos. Nú vilja þeir meiri ákveð fram á völlinn. Þjálfararnir. Súlimann tekur þetta vel niður hérna og það hópast í kringum hana sem fyrr. Rekar hann tilbaka og Milinkovic og Valdís. Fín pressa hana, Elvíra vinnur af henni boltan. Milinkovic sem sér fær hann til sín. Langur fram, Ardís skallar þetta frá og hver önnur Unnur Ýr Haraldsdóttir kemur tilbaka og Anna fór tilbaka á Brúk. Bryndís aðþrengt þarna. Katrín missir boltan, Telma Björg. Telma gerir þetta vel, finnur Elvíru. Elvíra nær ekki að finna samherja. Valdís finnur boltan. Og mikil barátta hérna núna, komin aðeins meiri ákefð í Sindraliðið. Kristín með langan fram, of langan. Beint í fangið á Brooke Jones. 4 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Má alveg búast við 3-4 mínútum í uppbótartíma. Langur bolti fram hjá Brooke. Milinkovic setur hann fram. Karen Hulda vinnur fyrsta boltan. Bryndís Rún vinnur annar boltan. Kemur honum á frænku sína hérna Sunnu sem að missi boltan. Kristín. Siggerður. Sandra fyrir. Elín. Telma Björg kemur vel tilbaka og brýtur á henni reyndar. Spurning hvort að þessi kraftur hefði mátt koma fyrr hjá gestunum. Velti því fyrir mér. Það Valdís sem að tekur aukaspyrnuna hérna. Þetta ekkert á ósvipuðum slóðum og Lilja tók hér í fyrstu og það Samira Súlimann sem að skora frábært mark. Ég var að fara að segja að þessi aukaspyrna á mjög svipuðum slóðum og aukaspyrnan sem að Ía skoraði fyrsta markið úr. En hún hleypur hérna óáreitt inn og þetta hleypir leiknum í algjörlega nýjar víddir hérna.
þetta verður eitthvað hérna þessar loka mínútur. En þetta er ekkert meira en Sindralið á skilið í leiknum. Brúk, langa spyrnu fram. Sunna nær að taka niður en Kristín vinnur hann í boltan. En þessi sending föst og út fyrir. Það er væntanlega Skaginn sem á þetta engast, já. Nú reynir á andlegu hliðina hjá gula liðinu. Það er nokkuð ljóst. Magna reynir hérna skemmtileg tilþrif, tókst ekki, hefði verið gaman að sjá. Sandra með innkastið. Og mikil barátta hérna. Dagný með langan fram. Skalla frá. Dagný nær honum aftur. Arna setur hann í gegn. Siggerður á fleygiferð. Anna Þóra til varnar. Anna Þóra er á undan og stígur hana út. Anna Þóra Hannesdóttir. Búin að eiga hreint útsagt frábæran leik. Og það er nú komin að sá tímapunktur að ég tek mér það alræðisvalda að velja mann leiksins úr liði IA. Og þið hafi kannski heyrt að ég er búinn að vera mjög heillaður af Önnu Þóru. Varnarlega búinn að vera algjörlega frábær. Anna Þóra Hannesdóttir, maður leiksins úr röðum IA. Og móskurinn til hamingju með það. Bastos og Milinkovic hérna í smá vandræðum en bjargast. Milinkovic við sendingun inn á miðuna. Kristín Bryndís pressar á hana, hirðir af henni boltan. Hún er með Unni með sér, Unnur ekki rangstæð, Unnur komin inn á teginn, hún er með Telmu á fjær, rennir honum fyrir markið og Telma Björk en hún er dæmd rangstæð. Og rangstæða dæmd. Ég ætla að fá þetta í hægri endursýningu. Hvar er Telma Björk staðsett hérna í... Þetta er tæft en mjög líklega rétt. Vel staðsettur aðstoðardómarinn hérna. Og við það þá missa Sindrakonur boltan út af. Það er komið fram yfir venjulega leiktíma hérna. Sunna Rún snýr. Heldur boltan á ákveða Kristín. Djöflast í henni, Sandra kemur með það síðan fram. Katrín gerir þetta vel, kemst fram hjá Dagný, setur hann inn fyrir á Súleman. Og kemur síðan skot hérna frá Karin Huldu. Gríðarleg spenna hérna, þetta er búið að vera frábær leikur. Ég minni á að klukkan 3 hefst leikur Kára og KFS hjá okkur í beinni útsendingu. Brúk, spyrnir frá markinu, beint á kollinu á Valdísi, Bryndís Rún, Elvíra. Takast á kynslóðir hérna, Telma Björk og Elín. Og Sindri á þetta innkast, vel gert hjá Elínu. Liggur á núna Kristín. Sunna vinnur á henni boltan, gerir þetta vel, finnur Elvíru. Elvíra hefur nógan tíma hér út til hægri. Ardís heldur áfram, reynir að koma á Sunnu, gengur ekki, en Telma Björk fer síðan með, setur hann inn að markinu hérna beint í fangið á Bastos sem að liggur á og neglir honum hérna framvöllin. Bryndís fyrst á boltan, Marey síðan, Ardís út til hægri, setur hann bara út af. Myndi halda að það væri tæpar 2 mínútur eftir. Kemur ekkert óvart að það væri 4 mínútum bætt við hér. Tíma frekar skiptingar, hérna kemur langur bolti fram, Dagný eftir, Bastos er á undan. Sunna skallar þetta fram, Dagný í rangstöðu þarna en leikurinn fær að fljóta. Bastos langan fram, Súleman kemur niður til þess að sækja hann, Marey brýtur á henni. Sandra síðan sparkar boltanum langt í burtu og nú vilja þjálfarar Sindra fá allar fram. Enda ekki neinu að tapa hérna. 3 mínútur komnar fram yfir. Það var einmitt eftir aukaspyrnu sem að
Skagalið, Sindraliðið minnkaði munin. Kemur Valdís með spyrnuna. Þetta er inn á teiginn. Elín fyrir skotið yfir markið. Þær fá færi upp úr þessum föstu leikadreifum hérna. Nú liggur Brúk ekkert á. Spurning hvort hún splæsir í eitt gult spjald. Það er það Anna Þóra sem ætlar að spyrna frá markinu. Og leiklokið, frábær sigur í Mjólkurbikarnum hérna. Skagakonur vinna sanngjarnan sigur en baráttu sigur Sindraliðið á alla mína samúð skilið. Þær áttu í fullu tré hér. Þetta eru tvö jafn sterk lið og hefði getað dottið báðum megin. Sindri hefði klárlega getað jafna metin hér seint í leiknum og eins skorað fyrir leiknum, en ég ætla nú bara að leyfa mér að misnota aðstöðu mín og segja að þetta hafi þó verið sanngjarnt að Skagaliðið skyldi ná í sigur hér. Og þó verður gaman að sjá hvað býður í næstu umferð. En við skulum rifja upp mörkin áður en að við ljúkum þessu hér. Ylva Laxdal Unnarsdóttir kom Skagaliðinu yfir á 10. mínútu með þessu fína marki hérna eftir aukaspyrnu frá Lilju Björg Ólafsdóttur. Það var síðan Unnur Ýr Haraldsdóttir sem bætti við öðru marki Skagaliðsins hérna mjög snemma í síðari hálfleik. Það var ekki liðin mínúta þegar að þetta mark leit dagsins ljós. Og það var síðan Samira Súleman sem minnkaði munin á 87. mínútu með þessu flotta marki. En þar við satt óverjandi fyrir Brúk í markinu þarna. En já, við þökkum kærlega fyrir okkur hérna. Ég, Örn Árnason, þakka ykkur fyrir samfylgdina og ég þakka Snorra Kristlefsinni fyrir hans störf á myndavélinni hér. En ég minni á að eftir réttum klukkutíma þá förum við aftur í lofti hérna inn í Akraneshöll þar sem að Kári tekur á móti KFS í 3. deild karla. Þangað til bið ég ykkur bara vel að lifa og hafa það sem allra best. Takk fyrir okkur.